Kapteinn Erna Rún Magnúsdóttir. Hvernig heilsan í dag? Hún góð, svolítið sippin. Erna, loksins, það mánuði síðan á móti byrjaði fyrsti heimaleikur. Já, 6 vikur síðan held ég síðasti leikur var spilaður. Sem ef við byrjum bara á veturinn, hvernig leggst þetta í því? Þetta mikla breytingar liðinu frá því fyrra. Já, þetta eru töluverðar breytingar og veturinn svolítið leggst alveg fínt í mig. Okkar sem lið leggst að velja með en ég svolítið pirruð hvað allir eru með Kana í þessari deild. Við varum alveg látið heyra það. Já, það er sérkaptil út af þessu. Þetta er stór spurningamerki. Hvað eru menn að hugsa? Hvað svo ef þeir fara upp? Já, einmitt. Hvað ætla þeir að gera ef þeir fara upp? Það er ekkert eins og þetta sé bara eitthvað stutt bil þarna á milli, sko. Þetta er alveg bara eins og ég hef sagt tíma, þetta er bara himinn og haf þarna á milli. Þannig að Kani er ekkert sem Kani er að fara að bjarga þeim, þú veist, þeir eru að fá sér 3-4 viðbótar. Því að svo, já, þá hefst bara nýtt vandamál á næsta ári þegar þeim liðum sem eru þeirri stöðu. En við erum alveg lausið þetta. Þetta eru bara hreinræktaðir Íslendingar án þess að sinna einni fordómar í því. Já, erum við bara á eigin forsendum. Já, hérna eru bara allir að koma og hafa gaman og spila körfubolta. Erna, nú Hasaninn byrjar á morgun og það er bara nákvæmlega slagur á móti Tindastóli. Við mættum hérna einu sinni í síðuskóla á síðasta vetri. Það var eiginlega hálfgerður slagsmálleik hverju við mann rétt sem að stólarnir unnu naumt. Ekki að kvitta fyrir það núna? Jú, við kvittum fyrir það núna. Ég held að þetta hafi verið orðið það mikið slagsmál að þeir hugðust held ég að kæra okkur eða eitthvað. Þetta var orðið eitthvað svona algjört crazy. En hvernig er svona stemmingin í hópnum svona bara yfir höfuð? Hún er bara fín, ég meina langt síðan allan við gömlu 3 spiluðum síðast sko, en alltaf litlu stelpurnar eru búin að vera að spila felling þannig að það eru alveg bara bætið sem með hverjum leik, þannig að ég held að það sé bara mikil tilhögun og... Þegar þú talar stelpurnar, þetta er náttúrulega kornunga stelpur sem eru ennþá að spila í stúlknarflokki og þar eru þar að spila líka og taka mikilvæga mínútur og reynslu fyrir baráttunni hérna. Já, þær eru bara að læra gríðarlega mikið á því að vera þarna í þessum flokki og axla ábyrgð og þurfa að taka svolítið af skarið sjálfar, ekki bara treysta á því að við gömlu gerum eitthvað, viti. Upplifur þetta, þú segir gömlu, þú ert náttúrulega mannstóri í tímana tvenna, þó er sér nú ennþá kornung eins og þú og Helga þér náttúrulega búin með gríðarlega reynslu á baki. Já, við náttúrulega byrjaði með, eins og ég man nú ekki hvernig Helga byrjaði, en ég held að ég hef verið 12 eða 13 og ég spilaði fyrsta meistaraloksleikinn minn, þannig að þetta er ansi langur langt, hvað sem var, ferill, nei. Já, en þú sem sé spennt fyrir leiknum á morgun og er ekki bara full ástæða til að hvetja fólk til að koma og fjölmenna og hjálpa ykkur og styðja ykkur til sigurs? Jó, það er alveg full ástæða til þess að vilja sjá ykkur alvöru leik held ég. Erna, gangi ykkur vel. Já, takk fyrir. Jón Ágúst Stefánsson, þjálfari meistaraflokks kvenna. Fyrsti heimaleik við tímabilsins á morgun gegn Tindastóli. Hvernig leggst þetta í kallinn? Þetta leggst bara mjög vel í mig. Þetta er afar spennandi. Við erum bara með nokkuð sterkt lið held ég. Svona frá mínu bætur séð. Mjög sterkan, stóran leikmann sem kom frá Grindavík í sumar. Svo eru mjög ungar efnilegar stelpur sem búin að spila í stúlknarflokki núna. Þannig að ég er bara mjög bjartsýnn. Ég byrja á að kalla þig kallinn. Þetta er kannski hálfgerð öfumæli, þú átt náttúrulega kall í augum þessara yngstu leikmanna hérna sem er ennþá í stúlknarflokki en þú átt náttúrulega hálfgerð strögglingur kannski í augum eins og Helgu og Ernu sem eru orðnar hoknar af reynslu, þó ungar séu. Já, ekki nóg með það, þá náttúrulega ólst ég uppi að þegar ég er 10 ára gamall þá er Erna að koma inn í meistaraflokk í Grindavík, þannig að ég hef aðeins ekki fylgst með henni, hún þjálfaði eina bróður þegar hann var 5 ára, þannig að minni mig, ég er kannski ljúga einhver en við förum ekki að skemma góða sögu með sannleikanum. Nei, látum ekki það gerast að það skemma það. En hvernig er svona stemmingin almennt í hópnum? Ég sé að það eru margar á æfingum eða við svo væri fyrra, var nú stundum fámennt en góðmennt en hópurinn hefur stækkað. Já, við fórum bara í það núna þegar það var ákveðið að hafa stúlknarflokk að við sóttum nokkra stelpur, eða semst köllum til stelpur sem eru að hjálpa okkur og eru að fylla hópinn og þær eru að koma inn á æfingar og það gerir bara æfingarna betri og það gerir þessi sem eru að spila meira í meistaraflokknum ennþá betri og hjálpa þeim að ná upp því tempói sem þær þurfa til þess að standa sig.
Og svo sé ég að þú ert komið með aðstoðarþjálfara og þú ert komið frisk og meður í þetta, þannig að þetta orðið alvöru þjálfarateymi, ekki það ekki verið alvöru fyrir. Já, en náttúrulega þegar ég tek við þessu þá byrja ég náttúrulega sem tímabundið, en svo er það komið núna að ég verð og Frisko verður mér innan handar og ég verð svona yfir þessu, en það er náttúrulega svolítið mikið að vera að þjálfa nokkra flokka og spila og í skóla og vinnu, þannig að maður þarf smá aðstoð, smá svona. Segðu mér, hafið þið sett ykkur einhver markmið fyrir veturni eða bara bíða og sjá hvert þetta leiðir ykkur? Við hefum nú ekkert farið inn eina markmiðsetningar núna, en ég hef ekki bara segja ég verið kannski komið með svar við því í næsta eða það næsta viðtali, það er svo stutt í næsta, það er náttúrulega leikur á laugardaginn aftur svo. Þannig að, já, enga markmiðsetningar ennþá. Já, á laugardaginn þá verður það náttúrulega KFÍ og það verður gaman að sjá hvernig það fyrir líka. En Tindastóll, hefur verið kynnt eitthvað hvernig lið þeir eru með í ár? Já, fyrir viku síðan þá spilaði við stúlknarflokk á móti Tindastól. Þar eru 2 stelpur allavega í byrjunarliðinu hjá meistaraflokk, þannig að ég gat svona séð nokkurn veginn hvernig það er að spila og það er sami þjálfari, þannig að ég hef svona lúmskan grunn hvernig þetta verður. Legg bara leikinn upp, með það leiðarljósi. Ég var að rifja upp áðan við Ernu að leikunni í fyrra hérna í síðuskóla í Tindastól og þetta var nú svona alltaf því að vera slagsmálleikur og sem við töpuðum reyndar en var alveg hörkuleikur. Megum við ekki búast í því á morgun þó að vera vonandi ekki slagsmáli en að verði virkilega að tekja á því? Jú, ef ekki segja það. Ég frétti að ákveðin leikmaður hefði bara sýnt ákveðin merki með fingurunum sem eru nú ekki talin til siðs, þannig að hún er hérna ennþá, þannig að ég hef ekki segja það verði allavega hart barist. Menn ekkert búin að gleyma leiknum? Nei, ég hef allavega heyrt sögur á honum, þannig að það er ennþá í fersku minni. En vonandi allavega að menn verði með láti íþróttaandan svífa yfir vötnum meðan á leiknum stendur allavega. Já, við skulum vona það og þetta fara allt vel fram og svona. Jón Ágúst, gangi ykkur vel á morgun og bara takk fyrir. Takk sömuleiðis.